Góða kvöldæðskotnar og velkomin í Geimsýruna. Geimsýru 2 í dag. Það er kuvera föstudags kvöldið 14. ágúst. Topic þáttarins í kvöld er, óhefbundið. Ekkert endilega í samræmi við neitt UFO, ekkert UFO tengt þannig séð, frekar en hvað annað. Heldur meira svona pælingar hvað varðar vitund auðvitað einstaklings sem og samfélags. Málið er að ég sem sagt var að koma af kvikmyndinni, hvað heitir hún? Odyssey og mikill meistari hjá Sambíónum. Ég hugsi, neymdroppan bara. Engin skæða því, Alfred Ásberg, hann hafði samband við mig fyrir Disclosure Day og sagðist hafa fylgst með umfjölluninni hérna í Geimsýrunni og fannst tilvalið að bjóða mér á Disclosure Day sem ég þáði og svo bætti hann í og bauð mér líka á Odyssey-in og ég þáði það og sem sagt, 2 miða og ég fór með honum Sigga félaga mínum í kvöld og það var reyndar hann að vinapar hérna með okkur líka í salnum. Yndislegt fólk. En já, sem sagt, fórum hérna í bóði Sambíóna í hérna bíó í kvöld og sáum Odyssey og ég var sem sagt að sjá hana í annað skiptið. Ég hafði farið á hana með fjölskyldunum minni eða dóttur og konu í Kaupmannahöfn hérna fyrir einhverjum vikum síðan í Imperial kvikmyndahúsinu í Kaupmannahöfn. Glæsilegu salur, held ég, hvað það sé, 1500 sæti, þetta bara stæðstu bíósölum í Skandinavíu, allavega Norður-Evrópu. Og einmitt svona salur sem bauð upp á þessa 75mm upptöku Max tækni sem að Nolan hafði notað við upptökur á þessari mynd Odyssey. Mögnuð kvikmynd, magnað að sjá hana í annað skiptið, eiginlega betra að sjá hana í annað skiptið en fyrra. Maður einhvern veginn fór inn, maður þekkti söguna, vissi hvað var að fara að gerast sem gerði það verkum að maður gæti tekið eftir díteilum í þessu snildarverki Christopher Nolan. Flott mynd. Stórmynd myndi ég segja en við Siggi vorum með þetta að ræða saman á leiðinni heim eftir bíó og hann kom með hennin snildapunkt sem að mér einhvern veginn fannst vert að ávarpa en það er einmitt svona boðskapurinn í myndinni sem að einhvern veginn virðist alveg eiga heima saman með auðvitað, hvað ég að segja, lífi einstaklings sem og líf samfélags. Hvernig við einhvern veginn í gegnum lífið gerum mistök í örvæntingu, mögulega stingum náungan í bakið, berjumst óheiðarlega, einmitt, alltaf þegar öll er á botni hvolft í örvæntingu sem að sprettur af ótta, sult eða þessari ríku þörf í eitthvað annað betra. Og þá kom einmitt þetta upp, þetta með gildi og mér fannst þetta einhvern veginn bara verðskulda smá ávarp. Við einhvern veginn, maður sér svona kvikmynd eins og Odyssey-in, þá ef maður einhvern veginn myndur á það að það mikilvægasta sem við höfum í lífinu eru einmitt að búa yfir einhverjum gildum, einhverjum prinsipum, raunverulegum prinsipum, ekki prinsipum sem að einkennast af einhvers konar populisma eða einhvers konar dyggðaskreitingu eða einhverjum sem segir í rauninni sjálft, þá falla gildinu sjálft sig og eru ekki gildi lengur, heldur þá fer maður að spyrja sig að því hvað eru raunveruleg gildi, hvað er það
þegar að við erum búin að missa hæfni okkar sem einstaklingar sem og heilt samfélag að standa með sannleika. Standa með rökum, standa með málstað sem byggður 360 gráður af raunverulegri samkennd og raunverulegri þjónustu. Og við lítum á einmitt, ef við tölum þjónusta náungan, þjónusta önnur samfélög, þjónusta heildina, þá lítum við svolítið á það að það þýðir að við þurfum að fara að hjálpa. Við þurfum að hjálpa svo mikið. En þegar að maður skoðar þetta nánar, þá getur raunveruleg þjónusta aðeins haft eitthvað innihald, eitthvað vægi, ef að hún stuðlar að sjálfbærni þess einstaklings eða hóps eða þeirrar eindar sem að leitast eftir að þjónusta. Ef þjónusta leiðir ekki viðkomandi inn í sjálfbærni, þá ekki þjónustu að ræða, heldur hreinlega rán. Og þegar ég segi rán, tek sem dæmi, ég tel mig vera að hjálpa mannesku með aðferðum sem leiða viðkomandi ekki inn í sjálfbært líf. Hvað ég annað að gera en að ræna einstaklinginn því tækifæri sem felst í akkúrat þessu mómenti að geta staðið upp, staðið á eigin fótum og orðið sjálfbær sem einstaklingur og það sama á við samfélag. Gildin okkar, og nú tala ég bara sem Íslendingur, hvað sem það nú þýðir, fyrir utan að tala íslensku, vera fæddur á Íslandi og eiga eitthvað bláa litla bók sem segir mér af hvaða þjóðerni ég og ég að fara inn á kannski svolítið pólitíska vídd sem að ég alls ekki vanur. Fyrir cirka 2 árum þá verði ég fyrir mjög sterkri andlegri reynslu sem fer með mig inn á eitthvað svið sem ég hef fengið að dvelja inn á síðustu 2 ár. Á þessum 2 árum ég meðal annars búin að skrifa þessar 2 bækur og ég búin að sökkva mér í eitthvað sem vekur áhuga minn, eitthvað sem að virkilega kveikir í mér og hefur einhvern veginn haldið nestanum gangandi. Þetta hefur með insight að gera, þetta hefur með eitthvað skona download og upplýsingum að gera sem ég veit ekki hvaðan koma. Þetta hefur með úrvinnslu að gera, þetta hefur með tilfinninga úrvinnslu, þetta hefur með tjáningu að gera, íhugun að gera og afleiðingin af öllum þessum leikmínum að UFO-málaflokknum hefur einhvern veginn verið þær að ég hef búin að kúpla mig úr einhvern veginn öllu sem að ég hef skilgreint sem einhvers konar tvíhyggjuhugsun. Altså ég og hinir, ég með einhverjum ákveðnum málstað á móti öðrum, ég annarkot hægri eða vinstri maður, ég annarkot með á móti ESB, ég einhvern veginn með þessu á móti hinum. Og einhvern veginn blessunarlega laus við þessa ánauð afstöðunar sem að við einhvern veginn flest virðumst vera svo illa þjökuð af. En það sem ég að fara að segja núna kannski svolítið smá vísir í þessa átt en ég vil samt taka það fram að þegar öll á botni kvöld þá mér einhvern veginn orðið smá drull og ég ætla að útskýra það fyrir ykkur betur á eftir. En talandi gildi, ég meina nú erum við að ræða þetta Evrópusambandsmál og mín tilfinning svo að við erum oft á tíðum ekki að kjósa hvorki nei, né, já, málefnalega. Við erum ekki að kynna okkur hvað máli raunverulega snýst Við tölum að við viljum losna við spillingu en á sama tíma eru kannanir að sýna að spillingin sé mest í Brussel. Ok, skilurðu, hvernig hangir þetta heim og saman? Hvernig eru við að fara að leysa spillingu af með enn meiri spillingu? Við erum að horfa upp á íslenskt samfélag sem að virðist vera svona svolítið á hliðinni, það svolítið krónist ástand hérna á Íslandi og við erum að tala kannski heilbrigðiskerfið, álagið sem á því,
við erum að tala um efnahagskerfið, við erum að tala um menntamál, við erum að tala um bara skólamál og samgöngumál og svo framvegis. Og hvað ætlum við að gera þegar við erum búin að kjósa já, við ætlum að fara að kíkja í pakkan og við erum hérna bara með, bara öll embættin, við erum með öll ráðuneytin og þingheiminn bara bókstaflega garfandi í þessu drasli, öll umræða kemur til með að snúast um þetta næstu árin, bara út af því við erum að kíkja í pakkan og það ástandi var ekki nógu slæmt fyrir. Mér finnst þetta að vera svona að frekara óígrunduðu máli í því samhengi að fara að segja já við EU. Það svolítið mín skoðun, en ætla ég að kjósa? Nei, ég ætla ekki að kjósa því að einfaldlega út af því að ég líti í kringum mig og ég sé hópinn, hvað sem hann sé með eða á móti, vera að taka algjörlega ómálefnalegar og óígrundaðar ákvarðanir sem gerir rauninni niðurstaðana algjörlega, hver sem hún verður, algjörlega bara ómarktæka. Með öðrum orðum, ég hef ekki trú á fólkinu innan samfélags til þess að taka lýðræðislegar ákvarðanir og fyrir vikið fellur hugmyndunum lýðræði algjörlega sjálft sig. Og það sama á við alþingiskosningar. Þetta kosið með tilfinningum, þetta kosið út frá einhvers konar populískri dyðaskreitingu, við erum að kjósa út frá, bara tilfinningum, hvort það sé reiði eða hatur eða ótti við að tilheyra rétta liðinu. Ég meina, ég tilbúin til þess að koma í matarboð og einhvern veginn standa frammi fyrir því að segja nei, ég ætla ekki að kjósa að kíkja í hennin blessaða EU-pakka í ótta við það að vera bara dæmdur hérna sem einhver öfga hægri íhaldsseggur og maður heyrir oft þetta bara ríka fólki, það að vernda hagsmuni sína, en svo fæ ég aldrei að heyra hvernig þetta ríka fólki að vernda hagsmuni sína. Þannig að þetta bara vitleysa, þetta bara algjör vitleysa með eða á móti. Skynsamlegast væri ef enginn myndi mæta á kjörstað. Það væri bara langskynsamlegast í þessu öllu saman því raunverulegt hlutfall þeirra sem vita raunverulega hvað þeir að kjósa í þessu samhengi og það sama á í rauninni við alþingiskosningar. Það svo sjúklega lítið að það fæst ekki nein raunveruleg heildar niðurstaða sem að einhvern veginn endurspeglar heildina. Gildin okkar eru horfin. Það sama á við erum að við hömpum efnishyggju. Ég sé lyfja eigendur stórra lyfjafyrirtækja einhvern veginn bara hampað í einhverjum blaðagreinum þar sem þeir eru að hringja hérna einhverjum bjöllum í einhverjum kauphöllum og það tala einhverja lyfjakónga sem einhverja sigurvegar í einhverju lífsbaráttu því þeir eru orðnir svo sjúklega ríkir en á sama tíma eru þessi menn með mörg hundruð og ég að tala um raunveruleg tilfelli hérna á Íslandi, mörg 100.000 mannslíf á samviskunni eftir að hafa staðið fyrir alls konar djöfisins geðlega framleiðslu, alls konar djöfisins verkjastillingar, lyfja, framleiðslu undir því yfirskinni hættulaus efni sem að ræða og afleiðingin af því ekkert annað en bara einhver brjálaður heimsfaraldur á ópíóðum. Sjúklega skrítið. Og svo finnst mér líka í þessu samhengi, við vorum að ræða þetta með EU og ég veit að ég sem ekki kjósari, ég get eiginlega ekki leyft mér að vera með ómikla skoðanir á þessu, þannig að ég veit ekki eins og hvað það sé rétt að mér að vera að gera henni þáttið ekki, en það eru nú ekki margir áratugi síðan að við Íslendingar, við börðumst fyrir sjálfstæði og svo erum við bara við tölum um það í bílnum áðan, þetta yfirleitt þriðja kynslóðin sem setur fyrirtækin á hausinn. Við erum bara tilbúin til þess að sópa sjálfstæði okkar bara einhvern veginn bara út af bjarginu í einni svipan með eitthvað svona geðþáttar ákvörðun og mér finnst það sjúklega áhugavert. Ég meina spáið í því ef okkur gæfist bara færi á því að kjósa EU í dag þá myndur örugglega 80% af fólki kjósa já bara út af því
að það er með góða tilfinningu fyrir því sem náttúrulega galið eða spáið því gildin okkar já, krakkar við strengjum bogan sjúklega hátt inn á Íslandi ég bjó erlendis í hjartnær 15 ár og nú veit ég hljóma svolítið eins og hann Bjarnfreður bara í Danmörku var allt miklu betra en á Íslandi það var enda Svíþjóð hjá honum Bjarnfreði eða Guðfreði eða hvað hann hét en í Danmörku þá bjó ég í eitthvað svona samfélag þess að ég mætti vinnuna 7:00 ég var komin heim 3:00 og einhvern veginn það var bara allur dagurinn framundan til þess að eyða með börnunum og það var bara farið út í góða veðrið og það var samveran og ég sé þetta hjá fólki sem ég þekki í Danmörku og öðrum Norðurlöndum hvernig einhvern veginn íhaldssemin sem að í dag þykir ekki móðins hún einhvern veginn bara virðist vera svona allsráðandi. Ég kem inn í sömu íbúðuna hverju einasta sumri hjá vinafólki sem satt í Kaupmannahöfn, við lánum hann alltaf íbúð og sumrin og ár eftir ár, 12 ár sem ég búin að vera að koma í þessa íbúð, þá breytist nákvæmlega ekki neitt nema barnaherbyggin. Barnaherbyggin hafa orðið að unglingaherbyggjum á 12-14 árum. Annars er bara allt eins. Enginn er að kaupa drasl. Sama Skoda stasjón í innkeyslunni, búið að keyra hann 300.000 og hann er bara lagaður og svo bara hjóla fólki í vinnuna og er bara sjúklega sátt. Það þarf enginn að vera með nuddpott, það þarf enginn að vera með sánu í garðinum, það þarf enginn að vera með 2 Teslur og bílalánum, það þarf enginn nýjustu iPhone símana, það þarf ekki að fara í 4 utanlandsferðir á ári og konan þarf ekki að eiga pels og kallinn þarf ekki að eiga hvað veit ég, eitthvað sjúklega dýrt. Þannig að, og við Íslendingar, við einhvern veginn bara virðumst vera voðalega ung og óþroskuð þjóð hvað þetta varðar. Og trúðu mér, ég hef alveg gaman af dýrum hlutum. Ég elska dýrahluti. Keypti mér stól daginn sem að kostaði ógeðslega mikið og ég elska stólinn minn. En málið er að ég er þar í dag. Ég myndi aldrei kaupa með neitt í dag nema ég raunverulega ætti pening fyrir því. Ég myndi aldrei lána fyrir neinu svona bara, þótt ég hefði gert það hérna áður fyrir, myndi aldrei gera það í dag og lungaði Íslendingum, þá hugsa sig ekki tvisar það bara lánar fyrir einhverju 1.000.000 króna hægindastól eins og ekkert sé. Danir, þeir myndu aldrei gera þetta því þeir búa yfir einhvers konar gildum hvað þetta varðar sem snýr að sjálfbærni og ég er ekkert bara að tala efnahagsleg sjálfbærni. Ég er að tala að efnahagsleg sjálfbærni er endurspeglun af innri sjálfbærni. Ég er að tala þessi sátt. Það er enginn að kaupa sér 1.000.000 króna hægindastól og því honum vantar stól. Þetta snýst ekkert það. Þetta snýst bara það að ég er bara að fylla inn í eitthvað tómarúm og bypassa eitthvað boðefnakerfi framleiða dópamín og þetta er yfirleitt alltaf það sama. Mesta spennan er að skoða hlutina, ákveða hvar maður ætlar að kaupa þá og svo að kaupa þá, fá hann heim daginn eftir, þá er þetta bara venjulegur fucking stóll, skiljiði. Sama með bílinn, sama með húsið, sama með svifriks fallna nuddpott sem er í garðinum hjá okkur, eða kaldipotturinn sem að eigendurnir eru búin að fara 4 sinnum onni í 4 mínútur. Skiljiði. Við erum svo ófullnægð og þá kennum við veðrinum. Já, það er alltaf svo vont veður á Íslandi, við verðum að hafa allir þessi þægindi. Kjaftaði. Það er bara rugl. Við erum Íslendingar. Ég er með nágranna hérna við hliðina á mér, og það er mikill vetur á Íslandi. Hvað gera þau? Þau ráðast bara á veturinn. Þau eru bara með gönguskíði og þau eru með svona og þau eru með hinsegin og þau eru bara alltaf eitthvað í útivist, út að labba, út í náttúrunni. Við búum við geggjaðri náttúru, hvort þessi snjórið ekki, en við erum bara svo fucking löt. Við erum bara löt, við viljum bara vera í bíó eða upp í Keiluhöll og taka fram, það er ekkert að því að fara í bíó, það er mjög mikilvægt, ég elska að fara í bíó, en við viljum bara háma í okkur eitthvað bragðaref, og medium sem er bara eitthvað svona, næstu líter og svo kemur bara svona upp fyrir brúnina,
skilurðu, og það er kannski bara miðvikudagskvöld og klukkan 10 það að spá í hvað þetta er sjúklega óheilbrigt. Ef maður fæst sér ís í Danmörku þá faraði í svona litlum bakka, þetta er svona, viltu eina eða 2 kúlur, svo ertu bara að éta þetta svona eins og þú sett með eitthvað svona sýnisotn, svona eitthvað svona tapas ísréttur. Þannig að, veist það, við Íslendingar, við erum náttúrulega alveg svakaleg. En, veist, svo er þetta ekkert bara Íslendingar, veist, við erum að taka afstöðu í einhverjum stríðum hérna í heimi og við erum með einhverja stórþjóður í einhverjum stríðum og, veist, og þegar öll á botni kvöld, þá er bara verið að ljúga á okkur hægri vinstri en okkur er bara drull því við erum svo sjúklega óupplýst. Ég meina, það vita allir að tvíburaturnarnir og Building 7, þetta var bara in-house operation, það vita allir sem eru með skrúurnar rétt skrúaðar, en þú veist, hvað á ég að gera því? Við vitum alveg að það var farið inn í Írak og fölskum forsendum, íslenskir embættismenn skrifuðu undir þessa vitleysu, við vitum alveg að það var farið inn í Líbíu á fölskum forsendum, við vitum alveg að farið inn í Sýrland á fölskum forsendum, Afganistan á fölskum forsendum, við vitum alveg að þetta stríð hérna milli Palestínu og Ísrael, þetta er bara einhvers konar fabrikerað og bara manifesterað okkur djúpriki, við vitum alveg að vopnaðiðnaðurinn ræður öllu, við vitum alveg að UFO-málaflokkurinn snýr að öllu leiti vopn og orkuiðnaðinn, við vitum þetta alveg, við vitum alveg að það óhollum matur, unnin matvara, er bara hönnuð til þess að gera okkur veik. Við vitum alveg að geðfrávíksgreiningar sem núna eru eitthvað staðar milli 600 og 700, þær eru bara framleiddar og fundnar upp á undan í rauninni, eða á eftir lyfinu sjálfu, spáið því, finnum upp lyfin, búin til geðfrávíksgreininguna, við vitum þetta alveg. En samt erum við bara með höfuðið í sandinum. Við vitum alveg að COVID var bara hoax. Ég er búin að vita það frá byrjun, en þið eru vonandi nýbúin að koma staði með þessum yfirheyslum að þessum Dr. Fauci-gaur þarna, sem að bara, það er bara að sýna sig að maðurinn var bara að ljúga from day one og hvaðan voru allar þessar þjóðir að taka við sínum leiðbeiningum annars staðar frá en í Bandaríkjunum. Ekki til, vírusinn, hann annarkot lag eða var sleppt út frá rannsóknarstofu sem var fjármögnuð af Bandaríkjunum, skiljiði. Við vitum þetta í dag. Við vitum að bóluefnin virkuði aldrei. Við vitum að bóluefnin er að ala af sig miklu meiri skaða heldur en hitt. Við vitum þetta hvað sem séum tilbúin til að viðkenna að horfast í augu við það, en því gildin okkar, þau eru bara ekki einhvern veginn bara virki í lífi okkar. Við þorum ekki að standa með sannleika, við viljum frekar standa með, hvað ég að segja, með því að vera samþykkt, við viljum frekar standa með vinsældum, við viljum frekar segja réttu hlutina en að segja, og ég segi inn að svega réttu hlutina, heldur en að segja sannleika. Og hérna, hvað ég að segja, þetta sé sjúklega sorglegt. Í raunin ekki, þetta er ekkit endilega sjúklega sorglegt, þetta er náttúrulega bara það sem það er og ég meina, hvað getur maður gert í þessari stöðu með þessa heimssýn sem ég er búin að vera að lýsa hérna og ég vil taka fram að hún er ekki knúin áfram af reiði, ólíkt því sem áður var, þetta er bara einhvern veginn knúið áfram bara af bara einhvers konar þörf til tjáninga og málfrelsi. Ég má alveg segja þessa hluti og ef ykkur finnst það óþægilegt, bara tough luck skilur, ykkur er nær að hlusta. Mér er bara drull, ef þið vil ekki hlusta þá bara hlustið ekki, það skiptir mig engu máli. Þetta er ekki vinsældakeppni. Og hvað á ég að gera við þessar upplýsingar sem einstaklingur búandi í samfélagi? Á ég að fara í einhvers konar samfélagsstríð á einhverjum samfélagsmiðlum, rífandi kjaft og vera notandi ógeðslega ljót orð til þess að meiða einhvern annan aðila eða einhvern hóp annara aðila, í einhvers konar réttlátri baráttu fyrir hinnum rétta málstað, búandi til einhverja svona bergmálshella sem enginn hlustar á mig nema fólk sem er sammála mér, eða á ég að reyna að nálgast þetta með lausn. Og lausnin er hver? Lausnin snýr að uppgjöf
og lausnin snýr að því að sjá að við höfum verið plötuð og við höfum verið plötuð og afleiðingin af því að við höfum ekki bara platað sjálfum okkur, við höfum platað aðra líka. Og hvernig getum við einhvern veginn, eins og í Odyssey myndinni, ég meina, hann braut þessa heilugu reglu lífsins, hann fer inn í Tróju, hans hugmynd, hann fer inn í Tróju á fölskum forsendum, hann einhvern veginn brýtur gildin, lífsgildin, hann brýtur heiðarleikan eða þessar óskrifuðu reglur í stríði og því hann örvæntingafullur og hann lauma sér inn fyrir Trójuborg, veist, undir fölsku flaggi, veist, þetta var svona frekar óprúttin aðferð af honum og hans mönnum, en hann gerði það samt sem áður og gaurinn, hann með samviskun í lagi sem að var til þess að hann komst bara ekki heim því hann var í svo miklu tráma og ekki tráma yfir því sem hann sá, heldur í tráma yfir því sem hann gerði og þetta var til þess að hann horfðist í augu við eigin gjörðir. Ég gerði rangt og ég tilbúin til að bæta fyrir brot mín hvernig sem ég fer að því. Ég tilbúin til að iðrast. Þannig að þetta ekki döðdæmt og þið þarna úti sem að hlusta, ef einhver af ykkur að taka þetta til ykkar, veist, það aldrei of seint að iðrast og það aldrei of seint að viðurkenna að maður hafði rangt fyrir sér. Það aldrei of seint að horfast í augu við það að fólkið, einstaklingarnir eða hóparnir sem þú teluðu vera á móti, ég get sagt ykkur það að þið eigi miklu meira sameiginlegt með þessum einstaklingum eða hópum heldur en ekki. Því fyrst og fremst erum við öll að sækjast eftir í sama og það að lifa eftir einhvers konar gildum, einhvers konar trú og einhvern æðri mátt. Við getum kallað það Guð eða hvað sem er. Við erum öll með ríka þörf fyrir fjárhagslegt öryggi, við erum öll með ríka þörf fyrir fæðulegt og húsnæðislegt og tilfinningalegt og félagslegt öryggi og það í rauninni allt sem við erum að sækjast eftir. Ekkert annað. Þannig við eigum þetta sameiginlegt. Og þarna getum við byrjað. Við getum byrjað því að horfast í augu við það að við erum bara, við erum Íslendingar og Ísland bara eitthvað samfélag og það eitthvað sem einkennir okkur en við erum líka hluti af stærra samfélagi sem bara plánetan jörð. Og það engin munur á okkur þrátt fyrir hugmyndir, þrátt fyrir húðlit, þrátt fyrir trúabröð og þrátt fyrir tungumál. Þetta, við grunneðlið okkar alltaf hið sama og það að sækjast eftir öryggi fyrir okkur og fólki í kringum okkur. Basic. Já, ég ætla að hætta þessu rugli. Þetta var geimsýra kvöldsins og ég held ég hafi bara engu við þetta bæta. Ef þið hafið áhuga eftir þetta rant á að fylgja geimsýrunni, þá getið þið gert það. Ef þið viljið, það YouTube geimsýran eða TikTok geimsýran. Svo getið þið fylgt mér á Facebook. Það sem sagt Gunnar Dan á Facebook. Og annars bara gerið það sem þið viljið. En bara fyrst og fremst, íhugið þetta aðeins. Þetta með gildin okkar, Þegar á hólminni komið erum við tilbúin til að standa teinrétt með sannleikanum í stað þess einhvern veginn að lúffa fyrir einhvers konar ímyndakeppni eða einhvers konar vinsaldakeppni. Maður þarf ofta að verða óvinsæll ef maður ætlar að standa með einhverju sem maður telur vera satt. En það vinnur aldrei. Því sannleikurinn vinnur alltaf ef hann keyrður áfram af kærleik, heiðarleika og sjálfsfórn og góðum dygðum. Það kannski það sem ég að reyna að segja. Herra Skunnar, hvernig sleikja á þessu? Namaste.